Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, eina af bókunum sem eru í jólabókaflóðinu bók sem heitir Fröken Dúlla og eftir Kristínu Svövu Tómasdóttur sem sagnfræðingur og rithöfundur. Þetta ævisaga Jóhönnu Knudsen sem ég veit ekki hvað, umtölumanneskja. Hefur ekki kannski, svona orðstír hennar hefur ekki vaxið eftir því sem að tímandi breyttust. Nei, hún hefur kannski bara, hún frægust sem sagt fyrir að hafa verið lögreglukona á stríðsárunum í seinna stríði og síðan... Eina fyrstu lögreglukonunum. Já, bara sú fyrsta. Ætti að vera, kvennarhreyfingin ætti að halda henni á lofti fyrir það? Já, það spurning, sko, en svo síðan, það hefur farið, síðan menn fóru fyrst að skrifa um svona sögu stríðsáruna, nei, þá hefur orðstýrina sannarlega ekki vaxið, hún hefur eiginlega komið fram sem vondi kallinn í sögunni, sko. Og þá hlýtur maður að velta fyrir sig að þú hefur valið að skrifa um hana til þess að leysa ákveðna ráðgátu af hverju hún varð svo sem hún er. Já, það má segja og líka, skoða af hverju hún varð eins og hún er, hvernig hún komst í þessa stöðu, af hverju hún hagaði sér eins og hún gerði, af því að við vissum í rauninni voða lítið um hana. Hún hefur verið einhvern veginn svona mikilvægur karakter í þessari sögu, en bara eiginlega pínu svona sprettur fram þarna á hið opinbera svið þarna á stríðsárunum og var í rauninni mjög lítið vitað um hennar sögu þannig. Þannig að ég var bara forvitin að vita meira, sko. Ok, þá vekum margar spurningar. Var hún afgerandi gerandi í því hvernig þróunin varð, að það var svona eftirlit með ungum stúlkum? Var hún afgerandi gerandi? Sko... Eða var hún verkfæri? Nei, hún var ekki verkfæri. Hún var allavega ekki verkfæri. Hún var mjög svona virkugerandi en hún var augljóslega ekki svo eina, sko. Heldur var hún var hluti af kerfi sem að brást við á ákveðin hátt, þannig að hún tók mjög svona virkan og ákafan þátt í lagði hönd á plóa og var mjög mikil, sko, hugsjónamanneskja. Hún trúði mjög einlæglega og heitt á nauðsyn þeirra aðgerða sem var verið að grípa til í stríðinu. Þannig að hún var alls ekki einhvers konar verkfæri en aftur á móti þá auðvitað var hún ekki ein, sko. Nei. Þannig hún ekki svona höfundur. Nei, hún er meðhöfundur. Hún er meðhöfundur, sko, já. En þau eru ýmis þar, sko. En þá kemur annað því að við erum að horfa á þetta úr allt öðrum tíma. Það sem verður mikla breytingar bæði í afstöðum okkur til siðferðislegra mála og til kvenréttinda og jafnvel til barna og fleira verið með allt önnur sjónarmið. Og þá kemur spurningin, var hún eitthvað svo ólík bara meginstraumnum? Var hún ekki bara að framfylgja því sem að öllum fannst vera rétt og gott og gilt? Það náttúrulega alltaf svo gild og áhugaverð spurning, sko. Að sumu leyti var hún bara málpípa mjög ríkjandi hugmynda, til dæmis bara hún var náttúrulega, þetta var þetta, sko, þarna mættust svona þjóðernis og siðferðis hugmyndir og bæði þær svona þjóðernis og siðferðis hugmyndir sem hún aðhylltist voru mjög ríkjandi og hún kom úr svona fjölskyldan hennar, þetta var mjög heitt svona bindindisfólk úr bindindishreyfingunni, það sem var auðvitað mjög svona sterk svona siðferðisleg barátta. Þau voru líka svona róttæk í sjálfstæðisbaráttunni upp úr aldamótunum 1900, þannig mjög svona mikil þjóðernisandi. Þannig að sumu leyti, þá var hún alveg og auðvitað eins og ég segi, hún var ekki ein þarna, það var miklu fleira fólk sem að deildi hennar skoðunum og slíkt. En maður má samt heldur ekki einhvern veginn fara að sjá hlutina þannig að það hafi heldur allir verið sammála þá og maður sér alveg þegar maður fer að skoða til dæmis umræðuna, það sem að gerist þarna fyrst að hún fengin til að gera svona rannsókn á siðferðis ástandinu í Reykjavík og það eiginlega síðan af gefnu tilefni eða svona hugmyndum gefið tilefni eftir hernám, já. Og það síðan á grundvelli þessara rannsóknar í rauninni sem gripið til ýmis og svona aðgerða sem í rauninni að mestu leyti á sviði barnaverndar
og það er það sem margir þekkja, Kleppjárnsreykja heimilið, ungmennadómstóllinn og svo framvegis. Og taka skemmtu eplin úr körfunni svo þau spill ekki öllu einu. Já, nákvæmlega og reyna kannski að bæta þau eitthvað í leiðinni, sko. Og til dæmis þegar það er þarna skýrsla sem að kemur út, skýrsla ástandsnefndarinnar sem er að miklu leyti byggð á rannsóknum Jóhönnu. Og þegar hún kemur út til dæmis þá mjög mikið hana deilt í fjölmiðlum til dæmis. Það eru mjög margir sem eru áhyggjufullir og hneykslaðir á ástandinu og telja nauðsynlegt að grípa til aðgerða, en það eru líka mjög margir sem gagnrýna sjálfa rannsóknina og gagnrýna hvernig er verið að tala stelpur og svona. Þannig að það voru líka átök náttúrulega í gangi málin þá. Það voru ekki allir fullir af svona ungmennafélagsandanum sem hún er alveg upp í, sem eru bindindishreyfingin og út úr bindindishreyfingunni náttúrulega verða til mörg af þeim félögum sem við þekkjum, ungmennafélögin og sömuleyti var samofin kvennabaráttunni eins og var reyndar út allan heim. Algjörlega. Við erum náttúrulega einstök á Íslandi að hafa sett á áfengisbann án þess að konur fengi kosningarétt. Yfirleitt var það krafan að þess vegna unnu þessar hreyfingar saman að því að það þurfti konurnar að fá kosningarétt. Já, einmitt, en já, þannig að það, einmitt, en það var ekki, þú veist, einhugur þetta, þannig að það er líka... Allt samfélag var ekki allt eins. Nei, þannig að það er líka mikilvægt einhvern veginn að muna að það er auðvitað alveg rétt að maður dæmir ekki fortíðina alltaf endilega út frá gildum nútíðarinnar, en það er líka ástæðulaust, sko, að einhvern veginn taka upp algjöran svona relativisma þess vegna, sko. Þú veist, það var líka verið að deila hlutina þá. Þú þurftir ekki að taka upp þessa afstöðu. Nei. En það er annað sem að spilar inn í þetta er náttúrulega á tímum það sem að voru þessar svona hugmyndir að halda þjóðarlíkamanum hreinum. Það gat verið út af þjóðurnislegum ástæðum. En það gat líka verið að þetta var á þessu tíma það sem að drykkjumenn voru fjarlægðir út úr samfélaginu og fluttur úr drykkjumennahæli. Fólk sem að var vanþroska andlega, það var tekið og flutt, fólk sem var með geðraskanir og fleira, það var tekið og flutt út úr samfélaginu, svona hugmyndur það að við getum haldið þjóðarlíkamanum hreinum. Það er náttúrulega hryllilegasta hugmyndin, framkvæmdin í því var náttúrulega bara gereyðingabúðir nasista sem eyddu fötluðu fólki og alls konar fólki fyrir utan gyðinga. Þannig að það blandast líka inn í þetta, það er svona hugmyndin það að það sé verkefni stjórnvalda að halda samfélaginu hreinu með því að eyða í burtu hinum skaðlegu sem í þessu tilfelli voru stúlkur. Já, það er algjörlega og mjög svona mjög miklar svona, þá bæði við Jóhönnu og ýmis skoðanasyskinennar einmitt að þetta eru mjög miklar svona myndlíkingar sóttvarna og það er einhvern veginn ástandið er eins og farsótt sem nálgast og þá er verið að beita þessum sóttvörnum akkurat og með því einmitt eins og Jóhanna til dæmis sjálf var mjög fylgjandi því einmitt að þessari svona vistheimilarekstri, sko, að þessum stúlkum væri komið fyrir á sérstökum vistheimilum, að þær veru ekki sendar á almenna sveitabæi akkurat vegna þess að þú veist, þá er þessi hugmynd sýkingu sem að getur breiðst út, sko. Þannig að algjörlega, og maður sér líka alveg í ýmsu til dæmis eins og í þessum gögnum siðferðisrannsóknarinnar sem hún framkvæmdi að það eru svona hugmyndir líka svona arfgengi siðferðislegra bresta einhvern veginn að það bara gangi í sumum fjölskyldum, sko. Já, og það þurfi að einangra þær. Já, þá væntanlega þarf einhvern veginn að stoppa það af, já. Og taka börnin af foreldrunum svo að arfgengin haldi ekki áfram. Já. Helst að koma í fóstur, þannig að það gæti vonandi rofið þessa sögu ættana. Það er spurning, svo sem Jóhanna var svo sem ekkert, hún var nú alveg fókusiruð þannig á þetta stríðsára ástand, sko, en auðvitað er þær hugmyndir þannig líka. Þetta er verið að venda íslenskt samfélag, hún er líklega gengið út úr því. Já. Og venda sérstaklega kannski siðferðið. Já. Og er þá hugmyndi svo að íslenskt siðferði hafi verið betra heldur en það sem að kom með erlendum mönnum, eða er það bara ástandið að þessi svona mikið af innleipum köllum sturtaði yfir samfélagið og það eitt í sjálfu sér geti orðið valdur af
ónýtu siðferði. Þannig að ég er að velta hvort það sé óttin við útlendingana eða ótti bara við þetta sérstaka ástand sem er náttúrulega sérstakt ástand þegar svona mikið af köllum á besta aldri. Já, þetta er svona allir það fléttist ekki eitthvað saman þetta er, og þetta er svona vernda siðferðið en ekki síður sko einmitt að vernda þjóðerni, þetta hangir svo mikið saman að því að hérna konurnar geta farið að eignast börn með erlendum mönnum, þær geta farið að spillast en þær eru náttúrulega svo mikilvægar sem mæðurnar í þjóðfélaginu, þær eru þær sem eiga að ala upp næstu kynslóð og þar skiptir auðvitað máli að næsta kynslóð sé sem óspilltust. Þannig að það er bara kemur svona eignaréttur samfélagsins á konum. Já, þær hafa ákveðið hlutverk í þessu samfélagi og ákveðna skyldur og eru í raun að einhverju leyti að bregðast þessum skyldum með því að vera að dandalast með þessum erlendu hermönnum sko. Já, og það myndi þá koma þá spillt afkvæmi út úr því, það þannig að það sé... Já, þá náttúrulega bara einmitt spillist, er hætta á að næsta kynslóð spillist og þetta er... Þá er ekki hugmyndin að útlensku menninni séu þá lakar en við. Því ég kannast ekki alveg við að Íslendingar gangi ekki með hugmyndum að við séum einhvern veginn siðferðislega betri en aðrir. Nei, einmitt. Við höfum aldrei haft neina svona, við höfum ekki svona kalvinist samfélag eða... En það er spurning sko hvort að siðferðið sé ekki þarna leiðin sko, þú verður að gæta siðferðisins til þess að passa að þjóðin spillist ekki, frekar en að Íslensk siðferði sé endilega betra en annað. En það er náttúrulega, þú veist, það er þessi trú á íslensk menning sé allavega íslensk menning og sjálfstæði, þetta er náttúrulega líka þarna á tímabilinu, það bara Ísland er að fá sjálfstæði þarna í stríðinu eða verða lýðveldi og allavega það sé það merkilegt og það sé mikilvægt að vernda það frá of miklum utanaðkomandi áhrifum og auðvitað er þetta eitthvað líka, þetta snýst líka menningar, svona einhvers konar hugmyndir óæskileg menningar áhrif og svo er hún síðan sko, hún lifir til 1950 þannig hún lifir ekki mjög lengi eftir stríð en þetta snýst líka síðan bara andstöðu við vestræna hernaðarsamvinnu bara þessa áherslu á einhvern veginn að Ísland gæti síns sjálfstæðis bæði í menningarlegum og pólitískum skilningi. Það var þetta svona eignarétt samfélagsins á konum að þá er svona næstu litið á konum þessu að svíkja samfélagið með því að dandalast með erlendum mönnum. Já. Þetta er næstu föðurlandsvík. Já, þær eru að bregðast skildum sínum. Svo náttúrulega sko, þetta er þessar aðgerðir sem er gripið til í ástandinu eru í rauninni svona einhver leyti tvennskonar. Það er þessi siðferðisrannsókn fyrst. Hún beinist að bara öllu samfélaginu, bara konum og köllum á öllum aldri. En svo, og ég held að Jóhanna sjálf hefði gjarnan viljað geta sko haft ákveðið hvað getum við sagt og ég held að hún hefði viljað að það væri hægt að grípa til aðgerða bara gagnvart einmitt samfélagshópum í heild en síðan er þetta í rauninni eins og ég segi svona aðgerðir á sviði barnaverndar sem að þykir einhvern veginn, þar er verið að vernda þá sem eru viðkvæmastir. Þetta meina það, þar eru stjórntæki sem að bjóðu upp á inngrip á meðan að hún hefði ekki getað verið með svona siðferðislega lögreglu á fulltíða fólki. Já, það hefði þurft meira til allavega sko, þannig að þetta er svona, en svo er náttúrulega líka hugmyndin svo að vernda bara þá sem viðkvæmastir eru og það er alveg ýmislegt sem að þessar stofnanir gera sem að, og svona ákveðin inngrip sem þættu ekkert óeðlilega í dag með við þá stöðu sem sumar af þessum stelpum til dæmis voru í sem fóru á Kleppjárnsreyki. Í dag væri klárlega ekki, já, í dag er gagnrýnt hvernig farið var að hlutum en svo er þetta líka náttúrulega mál sem snúast bara börn í erfiðri stöðu og svoleiðis sko. Sem hefur verið brugðist kannski ekkit svo ólíkt við á öðrum tímum. Nei, allavega þótt ástæða til þess að bregðast við sko. Það hefur verið að kalla eftir því að vanti fleiri heimili fyrir svona, eitthvað sem einhvern tíma var kallað vandrað úlingar. Já, einmitt. Já, þannig að þetta eru líka... Þetta er krakkar með fjölþættan vanda í dag. Já, en já, þetta eru líka bara aðgerðir í barnaverndarmálum sem eru ekkert endilega alltaf einmitt mál sem að væri bara látin óreitt í dag, sko. Þarna erum við að tína til svona í svolítið hendingskasti, svona ýmsar hugmyndir sem að verða til í þessu sem að er kallað perfect storm í Bandaríkjunum sem að stúlkur eruðu fyrir og það er að ósekju, held ég að frá okkar svona sjónarhorni, þetta var harmur sem að kallaði yfir margar stúlkur
á viðkvæmum aldri í viðkvæmri stöðu og þannig svona afskiptasemi stjórnvalda sem að hefði mátt sleppa. En hún sjálf, nú lítur maður að velta fyrir sér sko hvað, að því að hún sumlítið fengi svona sess sem svolítið svona óvættur í sögunni. Já. Er eitthvað í hennar svona karakter sem að gerir hana svona líklega til þess að finna sig í því að verða fangabúðastjóri? Ég held þetta hafi alveg verið það að hún einhvern veginn endi í þessari stöðu og verði þessi persóna sem hún verður sé einhvers konar svona samspil bara einmitt hennar svona hugmyndaheims síðan líka bara einhverja svona tilviljana að hún kemur til dæmis til Reykjavíkur og vantar vinnu og endar á að gera þessa siðferðisrannsókn en svo held ég alveg líka að hennar karakter hafi spilað þátt. Hún var rosalega mikil svona hugsunarmanneskja og svolítið svona blind hugsunarmanneskja. Hún einhvern veginn, ef hún varð einhvern veginn svona heldtekin af einhverju þá var hún ekkert mikið að skipta skoðun. Hún var svolítið svona ferkantaður karakter, sá ekkert endilega svona einhvern veginn hlutina frá fleiri sjónarhornum en einu og ég held til dæmis hún hafi átt frekar erfitt með að skilja að fólk væri á annarri skoðun en hún oft. Svona henni, hún var mjög þrjósk og það voru henni mjög svona sár vonbrigði hvað síðan þessar aðgerðir þarna á stríðsárunum sem var gripið til stóðu stutt sko, af því þetta er í rauninni mjög stutt tímabil, bæði hernámsárin sjálf og svo þessar stofnanir sem komið á fót eins og ungmennadómstóll, ungmennaeftirlit, Kleppjárnsreykjaheimili, þetta starfar allt saman bara í 1-2 ár eitthvað svoleiðis og það voru henni mjög svona sár vonbrigði. Þetta er einhvern veginn, hún hafði hún tók þetta allt mjög inn á sig og þetta var ekki bara vinnan hennar, þetta var mjög mikið svona áhugamál og hjartansmál hennar. Áttum við að hún hefði svona séð fyrir sér eitthvað, hún er hugsunarmanneskja, séð fyrir sér hvernig hlutin ætti að vera og svona fundið þar alveg heimurinn svona hágallaður og vilja svona þröngva sínum hugmyndum upp á hann, þeir eru svona þvergirðingsleg. Já, og líka svona henni fannst held ég alveg áreiðanlega tilgangurinn helga meðalið. Heilagt stríð. Hún var að horfa á einhvern veginn heill samfélagsins í heild og fann sjálfsagt að það væri kannski óþarfi að hafa áhyggjur að vera of einhvern veginn lingulegur að henni fannst í einstökum málum að því það sem skipti náttúrulega mestu máli var heill þjóðfélagsins í heild sko. Ég veit ekki hvort það hefur verið sagt eitthvað starf, ég held það hefur verið sagt eitthvað starf að rithöfundur, hann getur ekki skrifað persónum að eitthvað leyti þykja vænt hana. Já, ertu að velta fyrir hvort að mér þykja vænt Jóhannu? Ég veit ekki einu sinni hvort að það sé satt. Ég veit ekki alveg hvort að væntum þykja orð. Einhvern veginn skilja hana á hennar forsendum, einhvern veginn að geta verið rödd hennar. Já, maður eru alltaf að reyna bara að skilja það sem maður er að skrifa og er einhvern veginn að finna í fortíðinu hvort sem það er fólk eða eitthvað annað. Ég get alveg sagt að ég hef ákveðna samúð með henni á mörgum tímapunktum. Hún er einhvern veginn, hún er stundum pínu harmræn persóna af því að þarna kemst hún klárlega í valdastöðu og tíma þá er hún einhvern veginn, hún er meðallan hennar meðbyr. En mjög oft í gegnum hennar sögu, ekki bara á stríðsárunum, þá er hún alltaf að verða fyrir vonbrigðum einhvern veginn með heiminn. Hún gerir svo, hún vill að hann sé svo ágætur og hún vill einhvern veginn að hann sé á ákveðin hátt og svo er fólk bara alltaf svo gallað og gerir hlutina öðruvísi en henni finnst það eigi að gera. Þannig að það eru mjög oft svona dálítið harmrænir kaflar þó að maður hefði ekkert viljað að hún fengi að ráða þessu öllu saman. Þá get ég alveg séð harmræna elementið í hennar persónulegu sögu. Það getur verið erfitt að lifa í heimi sem er ekki einhvern veginn verðugur manni. Já. Og einhvern veginn heimi sem að maður hefur mjög einhvern veginn svona, maður gerir sér svo einhvern veginn háar vonir hann á einhvern hátt sko og auðvitað er hann alltaf að bregðast manni. En hvernig var einkalíf hennar? Heldur hún að við lifað gjöfulu einkalífi? Já, sömuleyti sko, hún var af mjög svona samheldinu og ástríkri fjölskyldu
og þau héldu alltaf rosa mikið saman. Hún bjó í rauninni með, þau bjuggu í rauninni, hún átti 3 systkini og foreldra og þau bjuggu meira að minna bara öll saman alltaf. Og hún giftist ekki og eignaðist ekki börn sem var náttúrulega kannski dálítið, hún var sérst hjúkrunarkona áður en hún var lögreglukona og það var nú bara frekar sjaldgæft þarna á millistríðsárunum að hjúkrunarkonur væru eitthvað að stofna fjölskyldur. Þú varst að velja, annarkvort verður starf eða hjónaband. Af því þú bara bjóst bara inn á sjúkrahúsinu og svona sko. Þannig að hún fórnaði sér fyrir þetta. Já, ef maður vill lítið á þannig, eða hún hefur bara ákveðið að það væri leiðin sem hún vildi fara. Myndirðu segja að hún væri, illvirki? Ég veit það ekki alveg. Hvaða orð myndirðu velja yfir verkanar? Yfir verkanar? Hún skadaði marga. Já, alveg klárlega. Og ég myndi segja að bara í mjög mörgu sem hún gerði þá hefði verið gott að hún hefði ekki gert það. En ég veit ekki, sko, mér finnst svona dálítið erfið, ég myndi ekki endilega lýsa henni fyrst og fremst sem einhvern veginn illa innrættri eða svoleiðis, sko. Fólk hefur velt þessu fyrir sér marga sem hafa framið eitthvað slæmt og stundum mér ekki sérstaklega ekki síst inn í einhverju svona batteríi sem umverulega stiður, ég meina hvort það sé heimska eða illvilji eða illgirni eða hvað það er sem veldur því að við brjótum gegn öðru fólki, sannfærðum að við sem að gera því gott. Já, sko, hún var allavega ekki, að því að það líka auðvitað hefur fólk líka bara velt þessu fyrir sér með Jóhönnu og ég allavega komst að þeirri niðurstöðu, þú veist, hún fekk ekki kikk út úr því að vera vond við þessar stelpur til dæmis, ég held ekki, ég held að hún hafi ekki litið svo á að hún væri að vera vond við þær. Ég held að þetta hafi verið kannski sérstaklega þetta að hún hafði einhver svona stóra hugsjón og henni þótti bara eðlilegt að allt annað liti þeirri hugsjón og hafði mjög litlar áhyggjur af síðan bara einhverju svona kannski af því að einhverju svona persónufrelsi og slíku, sko. Þetta er svona, ég held að ég hef ekkert með séð senu í mynd með Humphrey Bogart þar sem hann hélt svona utan konu og sagði sorry sweetie but I have to kill you. Það stundum verða þannig að fólk heldur það sem gera eitthvað gott með að gera það mjög illt. Og þetta er eitthvað sturlun sem verður og ofta er hún bara stofnanna væt, hún bara þrífst inn í stofnunum eins og áviðum í þessa sögu. Já, og þetta er náttúrulega til dæmis, þetta eru eins og ég segi, þetta eru náttúrulega nokkru svona aðskildir hlutir sem að Jóhanna tengist þarna. Hún er forstöðukona þess að ungmenna eftirlit sem er innan lögreglunar, þannig að það er svona svo stofnun sem er henni, hún er í rauninni ungmenna eftirlitið, en svo eru þessar aðrar eins og vistheimili á Kleppjárnsreykjum sem hefur orðið svona svolítið alræmt og það eru þetta líka síðan bara hluti af vistheimila sögunni og sem er nú eins og við vitum ekki fögur alltaf, sko. Herðu, þú hefur lagt áherslu á það í þessu samtali að það hafi ekki allir verið eins og hún þarna, þótt að kannski sjónarmið hennar hafi verið meira ríkjandi á þeim tíma heldur en núna. Það voru menn og konur með önnur sjónarmið og leggur líka áherslu á að þetta hafi verið skammu tími og þetta hafi verið stoppað. Og þá er spurningin, hvað er það sem að stoppa þetta? Já, einmitt, sko, það er sumt, það er líka áhugavert, sko, að velta fyrir sér, hvað er það sem bara hættir og að því að svo eru náttúrulega líka þræðir sem að liggja síðan áfram, til dæmis ef maður horfir eins og á, sko, horfir á þetta sem hluta af svona barnaverndarsögunni, þá er það sem er kannski alveg einstakt þarna á stríðsárunum er þessi ungmenna dómstóll sem er komið upp og það er sem sagt þá dómstóll sem tekur fyrir mál barna og ungmenna sem er talið að geti þurft að taka af heimilum sínum og hann getur úrskurðað, þannig að það er einhvern veginn, hann hlýtur þetta vald ásamt barnaverndarnefndum og það virðist sem að þetta bara fólk hafi fljótlega einhvern veginn komist á þá skoðun allavega nógu margir að þetta væri ekki sniðugt að blanda einhvern veginn svona saman sko að vera þarna réttakerfinu og barnaverndinni. Þannig að hann er bara lagður niður og aldrei. Dómstóllinn var hann svona svipað og fíkniefnadómstóllinn var síðar. Þeir stóðu bæði að rannsóknum og dæmdu sjálfur.
Nei, það var Jóhanna í rauninni, hann var að dæma á grundvelli rannsókna Jóhannu. En hann var sjálfstæður dómstóll. Já, hann var innan Sakadóms Reykjavíkur en var, það voru sérstakir 3 kallar sem voru í honum. Og hann svo lagður niður þarna og hefur aldrei verið endurreistur. En svo náttúrulega bara einmitt, eins og við vitum svo Kleppjárnsreykjaheimilið lagt niður og reyndar kemur hið opinbera aldrei upp aftur svona heimili fyrir innan gæsalappa vandræða stúlkur. En svo náttúrulega eru stofnuð ýmis vistheimili fyrir stráka sko, eins og við vitum. Mikil hörmungasaga eftir þennan tíma. Já, og það eru ákveðni þræðir í því fyrirkomulagi, það til dæmis það þarna á stríðsárunum sem fyrst komið upp svona svokallari móttökustöð sem þá svona bráðabirgðavistun og henni komið upp í sóttvarnahúsinu í Ánanaustum sem að ég held einmitt útgáfubóðið mitt daginn. Og svoleið stöður til dæmis endurvækin í stríðslok og starfar svo lengi í Elliðahvammi þannig að þetta svona, það eru ákveðnir hlutir sem að eru síðan endurvaktir en aðrir sem að einhvern veginn bara líða þarna alveg undir lok og siðferðisrannsóknin líka alveg einstök bara að má nefna sko, hún er nú eiginlega sko, já, eitt af því svona má segja bilaðra sem að í þessari sögu líka sko. Að skoða siðferðislegt ástand. Já, bara þetta rosalega umfangsmikil rannsókn og hún þarna að því virðist og hefur dálítið óljóst sko, hún sem sagt vinnur þessa rannsókn að fyrirmælum Agnars Kofod Hansen lögreglustjóra og Hermanns Jónassonar sem þá var forsætisráðherra og það rosalega óljóst hvort þeir höfðu einhverja fyrirmynd að þessu eða hversu vel þeir sáu fyrir sér hvernig niðurstaðan myndi verða. En bara gögn þessara siðferðisrannsóknar eru mjög merkileg og þetta bara persónunjóstnir á afar háu stigi sko. Hún að skrá þarna upplýsingar ótrúlegan fjölda fólks í Reykjavík og þetta bara fólk að segja frá því að nágrannar þeirra komið sent heim á kvöldin og þetta já, hún mjög, mjög sérstök sko. Við þekkjum mörg dæmi þess að fólk til í að segja svona. Já, samfélögin bara. Já, algjörlega. Og það og varðandi það, heldur þetta sé eitthvað litið einstakt þetta einstök saga við Ísland eða þetta finna svona sambærilega sögur við alla bandaríska hermanna beisa og það ekkert með sagt Filippseyjar þegar þeir voru undir Spánverjum lengi og fóru svo undir Bandaríkjunum að þeir hefðu verið ég menn ekki hvernig setningin einhvern veginn 3 aldir í klaustri og 1 öld í hóruhúsi. Það þessi svona hugmynd sko að með Bandaríkjamönnum hafi komið sko einhver stjarnfræðileg, siðferðisleg niðurbrot. Einmitt. Það eru ákveðnir hlutir allavega sem að má segja séu svipaðir stundum, ég meina svona siðferðis, svona kvennlögregla eða siðferðislögregla skipu konum var víðar tíðkaðist alveg víðar og þegar henni komið á fót þarna í þessu ungmenni eftirliti þá verið að horfa meðal annars til svona kvennlögreglu í öðrum löndum og auðvitað líka einmitt, ég held bara mjög víða þar sem að er einhver svona nærvera erlends herliðs þá koma upp svona svipar áhyggjur og svoleiðis og síðan sé brugðist á ýmsan hátt við því sko. Finnst þetta að vera að saga svona kvennabaráttunnar á tíma það sem að orðustanum Ísland lá einkalíf kvenna? Sko, ég veit ekki eins og saga kvennabaráttunnar, það eru klárlega tengingar þarna á milli, til dæmis eins og með kvennlögregluna, þá hafði kvennarhreyfingin ekki síst áhuga á að koma konu inn í lögregluna þannig að þegar Jóhanna ráðin þangað þá það svona þá allavega sumar konur sem að líta svo á að það sé ákveðin sigur. Hvern fangi eða hvern sakamaður rétt á þessi kona sem að yfir eða leiti á þeir og þar undir kotunum. Já, og oft var sko lítið svo á að þá var einmitt hlutverk svona kvennlögreglu sneri að konum og börnum og svoleiðis. Þannig að þar eru svona ákveðin tenging, þú veist, það eru konur einhvern veginn að fara þarna út á þetta svið og auðvitað þetta auðvitað hluti af kvennasögunni líka og þessi bara þessar aðgerðir gegnum svona stelpum og slíkt. Ég veit ekki með sko kvennabaráttuna og Jóhanna sjálf held ég að hafi haft frekar lítinn áhuga á kvennabaráttunni og þetta var ekki
ég er ekkert viss hún hafi verið andsnúin henni en hún hafði engan sérstakann áhuga á henni. Við töldum upp svona kristi siðferði sem að hún alveg upp við töluðum svona þjóðernis hugmyndir, við töluðum konur og fleira sem að hún eiginlega að brjóta gegn. Var andstaðan við þessu hægt að rekja hana einhvern veginn á sama hátt að þetta hafi verið stoppað vegna þess að ekki dróðu við úr þjóðrefningunum okkar? Nei. Ekki dróðu við úr kvenfyrlitningun okkar? Nei, ekki dróðu við úr við litum ekki á börn sem fullburðar manneskju? Nei. Já, einmitt. Hver var einn húmaníska barátta sem að stoppa þetta? Ég held það var örugglega að hluta til var það kannski líka það að bara menn höfðum ansi margt að hugsa og það er ljóst af rekstri þessara stofnunar til dæmis eins og Kleppjárnsreykja heimilisins að það er mjög svona lítill áhugi fyrir að standa í þessu vesenni innan kerfisins. Þetta er í rauninni svona, þetta er verkefni sem einhvern veginn komið á koppinn og svo er þetta bara vanrækt. Þú veist, starfsfólkið fær engin fyrirmæli, það gengur mjög einhvern veginn treglega að halda þessu starfandi og svona, þannig að einhverju leyti er þetta bara, það er búið að koma hann upp einhverju sem að síðan er ekki áhugi fyrir því að halda úti. Og svo held ég, sumir mótmæltu alveg opinberlega þessum aðgerðum og umræðunni stelpurnar og svoleiðis. En ég held líka síðan þó að við séum kannski ekki með einhvern veginn blaðagreinar það að það hafi líka bara verið margir innan kerfisins sem hafi þótt þetta ganga of langt í rauninni. Svona gerum við ekki, hugmyndin. Já, og bara einhvern veginn Kannski tengst mörgum að því að þau eru alltaf mjög lítið samfélag á þessu tíma? Einhver klálega voru sumstaðar einhver svona persónuleg tengsl, kannski hafði það áhrif. En þetta er líka bara, þetta er ákveðin svona, eins og til dæmis með þessa siðferðisrannsókn, þú veist það sem ég gengi svo ótrúlega langt einhvern veginn inn í einkalíf fólks og svona, ég held að það hafi líka bara verið einhver svona kannski óánægja og líka áhugaleysi hjá einhvern veginn ráðamönnum sem að einmitt þeir voru kannski ekki endilega að tjá sig opinberlega en bara ákváðu að láta þetta bara niður falla. Heldur að sé einhverju hópar í samfélaginu sem að þurfa að þola þessa hnýsni stjórnvalda í dag? Ég veit það ekki. Þetta er náttúrulega, þú veist, auðvitað vita stjórnvöld miklu meira okkur í dag en þau höfðu tækifæri til að gera þarna. Þetta var náttúrulega, þetta var náttúrulega svona samantekið verkefni, alveg bara eins og rassía sem var farið í eiginlega. Ég vona að það sé ekkert slíkt í gangi en þau vita nú ansi mikið okkur. Það heyri það allir þess að Tryggingastofnun hefur aðgang öllum bankareikningum öryrkja og þeir sem í félagslegu húsnæði að það þessi maður sem er þetta gestur eða býr hann og þannig það er. Já, þessi nýsni og í hælisleitutu náttúrulega hafa ekkert prívatlíf. Nei og eins og ég segi líka bara einhvern veginn í dag er tækifæri til að vita allt okkur náttúrulega bara, það er bara hér Það fylgir því að við vitum líka hvort getum við sjálf vita svo margt hvort annað. Já. Herðu, við erum búin að tala hana sem svolítið nýllvætt í sögunni. En þú ákast að skýra bókina Fröken Dúlla. Hvað er hægt að vera að kalda henni? Þetta var hennar raunverulega gælulegt. Hún var kölluð Dúlla. Þú valdir að kalla bókina þetta? Já, þetta er náttúrulega ómótstæðilegu titill á bók. Ekki síst konu sem að þótti svona lítið dúluleg almennt. Herðu, skemmtileg bók og áhugaverður kafli í sögun okkar. Gaman alltaf að tala við þig, Kristín Svava Tómasdóttir. Gerðu það ekki. Takk. En við ætlum að halda áfram við Rauðaborðið. Við erum alltaf að skilja okkur sjálf og samfélagið. Næsti kafli eftir augnablik. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir alla raddir, málin eru krufin til mergjar
og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.